Komið blessuð og sæl. Ég komin í hinn gluggann hérna. Verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Hingað að koma ung, falleg söngkona sem að meðal annars hefur sungið í söngleikjum og óperum, komin til Akureyrar til þess að syngja í nýrri óperu eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson. Hún var líka fjallkona í Reykjavík. Valgerður Guðnadóttir komin hérna inn í braggann til mín og þið eru velkomin með. Valgerður, velkomin. Takk að þið fyrir. Ertu kannski bara kölluð Vala? Já, ég alltaf kölluð Vala. Og á ég þá bara að halda því? Já. Vala, ertu velkomin. Takk að þið fyrir. Já, Vala, hvað sagðirðu, hvað ætlaðu að segja? Vala? Já, ég ætlaði að fara að segja Vala vekjaraklukka. Þegar ég var lítil, þá var ég stundum kölluð það af honum skal ég segja þér Gunnlaugi sem var gifturinn Herdísi Þorvalds leikkonu. Já. Hann var sko afi vinkonu minnar og ég kom alltaf blaðskellandi þarna heim með ægilegum látum og hann kallaði mig alltaf Völu vekjaraklukku. Nei, það? Já, já. Það fallegt. Já. En, heldurðu að þú náir því að ganga á 40 fjöll á árinu? Ég veit það ekki. Sko, ég var svo ákveðin þegar ég setti mér þetta markmið. Það var 13. september í fyrra á afmælisdeginum mínum. Og þá fór ég og gekk skáldaleiðina sem að Halldór Laxness gekk alltaf frá Gljúfrasteini og að Helgufossi. Já. Og síðan, þá var ég reyndar búin að ganga Fimmvörðuhálsinn og ég ákvað nú að taka það með í göngu, talninguna sko. Síðan ég ekki búin að fara í mjög margar göngur og ég þarf eiginlega að fara að spýta í lóana en þegar búin að skipuleggja nokkrar. Já. Og mér langar, en ég hugsa, ég fer alltaf í fleiri göngur en ég hefði. Skilurðu, ef ég hefði ekki sett mér markmiðið. Já, já. Þetta svona einhvers konar hvatning. En ertu búin að vera í þessu lengi? Ertu búin að vera svona göngu manneskja lengi? Nei, í rauninni ekki sko. Ég byrja faktist ekkert að ganga ráði fyrir svona bara eftir 30 sko, alltaf bara eina göngu. En fjölskylda mín og sérstaklega systur mínar miklu göngugarpar. Það var gengið á mörg fjöll. Og systir mín hætti að reykja þegar hún var 35 og byrjaði að ganga á fjöll. Og fannst þetta svona rosaleg upplifun og skemmtilegt og ég hugsaði, já, mér langar að verða svona eins og hún og labba mikið. Svo þetta bara eiginlega besta sko útivist og hreyfing og svona bara upplifun sem ég veit það að vera í íslenskri náttúru á fjöllum. En viltu endilega sko klifra í fjöllum eða nóg fyrir að vera úti, nóg fyrir að fara upp á hálendi eða eitthvað þess aftar? Já, það alveg nóg. Ég vil alls ekki klifra mikið. Nei. Ég get það alveg, en ég vil ekki fara að vera hangandi utan einhverjum klettum sko. En ég vil gjarnan ganga samt helst einhverja smá upphækkun sko. Já, svona taka pínlítið á það. Já, taka pínlítið á það. Ég hef ofsalega gott gönguþol og mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Þetta gott fyrir söngkonu? Já. Þetta bara góð hreyfing, gott fyrir lungun og það allt gott við þetta. Já. Gott fyrir sálina og fórum svo fallega ferð fyrir 2 árum á Víknarslóðir frá Borgarfirði Eystri og yfir í Seyðisfjörð, fjölskyldan. Það var 5 daga ganga og ætlum að fara aftur í sumar en í sumar förum við í Jökulfirðina. Já. Að vera á Hesteyri og ganga þaðan. Já. En 40 fjöll, þú segir það? Já, 40 göngur. Eða göngur? Já, það má vera í rauninni allt mögulegt. Það getur verið sko 10 esjuferðir. Þess vegna. Já, en það þýðir ekkert að taka sko 3-4 tíma göngu bara Kópavog? Nei, það þýðir ekkert að hlaupa til sjoppu sko, ekki heldur að hlaupa Kársnesi þar sem ég bý. Ég er búin að átta með því. En það þarf að vera svona, já, það þarf að vera svolítil ganga. Já. Vala, þú hefur fengið Grímuverðlaunin? Já. Fyrir hvað var það? Það var fyrir Maríu í Söngvaseið. Já, Sound of Music. Sound of Music sem var sett upp í Borgarleikhúsinu 2009. Já. Þú tilnefnd núna? Já, það var svolítið skemmtilegt. Ég tilnefnd til Íslensku tónlistarverðlaunanna. Já. Fyrir hlutverk Bertu í Rakaranum frá Sevilla. Já. Sem svona eiginlega gamalt hex. Já. Svona eldri kona, virðuleg sem svona brýst svolítið síðan út úr skelinni svona í miðri aríu. En sko, fyrir hvað heldur þú sért þekktust? Ég hugsa að ég sé mjög þekkt fyrir Disney til dæmis eins og Litlu Hameyjuna og Pocahontas. Ég söng og lék þau hlutverk. Inn á
fyrir, já. Í myndirnar? Já, bara myndirnar, íslenska talsetningin og Múlan og svona. Já. Og eins fyrir söngleikina eins og Maríu í Sound of Music og Fantine í Vesalingunum og svona kannski, já. Og svo hef ég náttúrulega verið að koma fram á dálítið mörgum svona stórum tónleikum, Frostrósum, Óperudraugum, með Kristjáni Jóhanns og svona. Já. Þannig ég er líka þekkt í klassíska kreðsinu þar. Já. Já. Ég flakka svolítið á milli stíla. Já, en hvernig byrjar þetta? Ég meina, ertu bara eitthvað að syngja í skóla eða heima eða með mömmu eða? Já, ég er bara alltaf að syngja heima, sko. Ég byrja að syngja bara 2 ára í strætó og þá hefur fólki í strætó orðið óskaplega hún lagði, segir það við mömmu, sko. Eða systur mína, ég man ekki hvort það var sem var með mér. Og svo söng ég mjög mikið sem barn og var að búa til leikrit með vinkonum mínum og við ætluðum að setja upp Öskubusku sem var sett upp í Þjóðleikhúsinu fyrir mörgum árum og með ofboðslega skemmtilegri músík eftir Didda Fiðlu minni. Já. Og við vorum alltaf að plana eitthvað svona, sko. Svo þegar ég er unglingur fer ég í kór til Jón Stefánssonar og svo þar byrja ég að syngja svolítið og svo fer ég í Vesturskólann og þar byrjar þetta söngleikja svona þessi, hvað segja, að taka þátt í öllum þessum söngleikjum. Léstu vita af því eða vissi þá leikstjóri af því sem var í Vestló eða hvernig? Sko þetta var eiginlega þannig að ég bara fer í pröfu hjá einmitt Þorvaldi, hann er einmitt að fara að setja upp þarna sem tónlistarstjóri, Tommy eftir The Who og ég fer í kórpröfu og svo heyrir hann þarna eitthvað efni og ég pröfa fyrir eitt af hlutverkunum og fæ það, sko. Og svo fæ ég líka hlutverki í söngleiknum árið eftir sem er Jesus Christ Superstar og það vekur svolítið athygli. Og út frá því fæ ég sko eitt og annað að gera eins og til dæmis teiknimyndirnar og eins talar hann við mig hann Óskar Jónasson og ég lék þarna í þáttum hjá Ríkisútvarpinu sem hétu Þið munið hann Jörund sem voru svona Jörund 100-dagakonung og þar söng ég hlutverk Dalavölu. Dalavölu, já. Bíum. Bíum Bambaló og KK sá hann tónlistina. Já. Þá var ég bara 17 eða 18 eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, þetta er alveg magnað. Hvað söngstu í í Vestló, í Tommy? Í Tommy? Þar söng ég sko hlutverk Tínu Turner maður, The Acid Queen. Ég kom upp svoleiðis upp á gólfinu alveg rjúkandi. Í reik og öllu? Já, í rauðu korsiletti og söng I'm a Gypsy, The Acid Queen og fekk ótal tilboðum að koma í einhverja rockgrúppur eftir þetta. Þetta var mjög svona í rauninni ólíkt mér á mörg leyti, sko. En Superstar? Það var ekki voða mörg hlutverk? Nei, það var bara María Magdalena. Já. Og og svo var ég, skal ég segja þér, í Cats og þar söng ég Memory, eða Grísabellu, gamla köttin. Sko, með Cats. Já. Hvar var það sýnt? Það var Vestló líka. Það var Vestló. Það er eiginlega eina lagið sem var í þeim söngleik. Já, það er náttúrulega smekksatriði, sko. Það tók mér rosa tíma að svona kunna meta þessi lög, en þau eru nefnilega dálítið flott þegar maður byrjar að hlusta á þau, sko. Þau vinna á. Ég sá þetta út í London, sko. En þetta er ekki svona grípandi eins og Superstar. Nema þetta lag. Já, þetta lag er náttúrulega þetta frægasta lagið, sko. Áttu draumahlutverk í söngleik? Sko, ég eiginlega fékk óskina uppfyllta þegar ég lék Maríu í Söngvarsleið. Já. Og það var svona eiginlega bara, myndi ég segja, já, algjört draumahlutverk. Því það var einhvern veginn akkúrat fyrir mig, karakterinn og músíkin, svona akkúrat á bilinu, svolítið klassískt en samt svona musical. Já. En svo eru, það eru allskyns hlutverk, sko. Það er já, ég veit ekki, ég er nú gömul til að syngja Kristín í Óperudraugnum. Ætli það ekki? Orðið nokkuð. Það er nú ekki svolítið bara svona, já. Ég veit það ekki, en það var, sko, annar hlutverk sem kom svo skemmtilega til mín og það var Fantine í Vesalingunum. Já. Ég hafði ekkert hlustað á þessa músík, en algjörlega sem hún einhvern veginn greip mig, þessi bæði karakterinn hennar og Mér finnst þessi músík úr Vesalingunum bara æðisleg, mér finnst það. Já, hún er rosalega flott. Já. Og líka náttúrulega sagan er svo mögnuð. Já. Eftir Victor Hugo, þetta er náttúrulega svo ofsalega dramatísk saga. Já. En söngurinn, kemur hann frá foreldrunum? Já, ekki spurning, frá mömmu. Já, mamma söng fallega. Eins og segir hjá Skriðjöklum, var mikið sungið á þínu heimili? Já, mikið sungið. Það var sko þannig að það var alltaf mamma greip gítarinn og spilaði og meðan það var píanó uppi hjá og afa, ég ólst upp í stóru fjölskylduhúsi
amma og afi uppi og við niðri og þar var píanó, mamma spilaði bara svona eftir eyranu á píanóið og svo gítarinn og þegar ég fermdist að þá var gripinn gítar og þá sungu allir og mamma raddaði og við systkinin höfum nú alltaf sungið mikið og ef eitthvað stendur til í fjölskyldunni að þá er yfirleitt atriði frá systkinunum sko, söngadriði og með leikrænum tilþrifum. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta það sko. En sko, svo ákveður að fara í þetta, alveg? Já. Og hvað, byrjar hér heima eða fórstu til útlanda? Já, ég byrja hérna heima sko, því að ég fæ þarna hlutverk eftir Vestló, meðan ég er í Vestlunarskólanum hérna hjá Þjóðleikhúsinu, í West Side Story og syng þar aðhlutverkum átti Garðari Tór og svo fer ég í Loftkastalann og Baltasar leikstýrir mér þar í Rocky Horror og þá er svona samt líka tengingin við klassíkin aðeins komin. Þá er ég byrjað að læra hjá henni Ólífu Kolbrúnu í söngskólanum og Jón Stefánsson hvatti mig til að fara að læra söng og þannig að ég svona hafði þennan áhuga á klassíkin líka gegnum mömmu. Mamma hafði mjög mikið áhuga á klassík og þá eiginlega ákveði ég svolítið bara að klára söngskólann og fara síðan út og læra meira. Og fekk mikla hvatningu frá mömmu. Hún hafði nú sjálf alltaf haft áhuga á því að fara en hún var þeirri kynslóð að konur fóru ekkert sko, lærðu söng í útlöndum. Hún var fædd 1932 og fór bara svona eiga börn og sjá heimili. En svo fórstu til útlanda og hvert ferðu? Já, svo fór ég til London og ég sótt í 2 skólum, Royal Academy of Music og Guildhall School of Music and Drama. Og ég komst inn í báða þessa skóla, ákveða að fara í Guildhall. Af hverju? Nú að því að ég hafði heyrt af kennara þar sem að Þóra Einarsdóttir hafði lært hjá, söngkona og dittu og heiti Laura Sarti og ég var svolítið spennt fyrir að fara að læra hjá henni. En ég hefði hugsanlega að fara jafnvel til Þýskalands eða Austurríkis en maðurinn minn hafði komist inn í framhaldsnámi í viðskiptafræði í London. Í London? Já. Og þá eiginlega ákvaðum við að fara þangað endanlega sko. Ég hafði verið svolítið spennt líka fyrir Evrópu sko. En var þá komin fjölskylda eða? Nei, það var ekki komin fjölskylda. Ég var 23. Sko, fyrrverandi maðurinn minn sem að ég á fyrsta barnið mitt með, heitir Þorsteinn Freyr Bender og núverandi maðurinn minn er Rögnvaldur Þórsson. Og hann er ég á 2 börn með honum. Hann er barnabarnið Rögnvaldar Sigurjónssonar, píanóleikara. Þetta krossast allt. Þetta krossast allt. Þetta er svo lítið land og þú þekkir hann sjálfsagt. En er hann tónlistarmaður? Nei, en hann er óskaplega músíkalskur og hann flautar gríðarlega vel, syngur. Mér langar alltaf að senda hann í flautukeppni til það er þetta að keppa í flauti, víst, í Bandaríkjunum einhvers staðar. Ég sagði þú þyrftir að fara þangað og keppa. Rosalega flinkur að flauta. Og hann lærði á fiðlu í mörg ár. En lagði fiðluna á hilluna þegar hann var unglingur, ekki snert hana síðan, en hefur mjög fallega rödd. Syngur mjög fallega fyrir dætur okkar. Já. Hvað þær gamlar? Þær eru 3 stelpur? Já, 3 stelpur. Já. 7, 9 og 14 ára. 7, 9 og 14 ára. Hvernig er fyrir konu eins og þig, sem hefur mikið að gera í listinni, mikið að gera, og maðurinn út að vinna líka og hvernig gengur svona heimilislífið og halda þessu saman og þú ert að koma norður og allt þetta? Já, sko, það gengur bara upp og ofan en yfirleitt frekar vel. Hvernig taka börnin þessu? Þau taka þessu ótrúlega vel, auðvitað sakna þau mín oft og finnst ég, en þau hafa líka gaman að því að ég sé að syngja og vinna og þær hafa syngja allar mikið og svona, þannig að en ég á óskaplega góða mann og yndislega tengdamóður, Aðalbjörgu, sem hefur verið sko, mér svo mikill stuðningur í gegnum árin. Og hún hefur svo mikið verið með stelpunum, þannig þær eru mjög tengdar henni. Hún er svona, þannig við svona eiginlega bara ölum það svolítið upp saman, ég og Röggi og Alla sko. Já, og amma. Amma, og við búum öll saman í svona stóru fjölskylduhúsi. Nú er það? Já, þetta er skemmtilegt. En maður átti að velta því fyrir sér sko, þegar fólk tekur ákvörðun það að fara að verða söngvarar og sko efast maður aldrei, af því að þetta er lítið land, þú ætlar kannski að búa hérna heima, þetta er lítið land og það er kannski ekkert alltaf mikið að gera. Nei, mitt. Jú, vissulega. Ég held bara í mínu tilfelli þá var þetta bara eins og einhver köllun. Ég bara varð að syngja. Ég bara varð að fara þessa leið og ég varð eiginlega bara að taka áhættuna. Og þetta er svo skrítið, þetta er bara einhver svona þörf hjá mér til þess
að læra þetta sko og sjá svona hvernig myndi ganga en jú vissulega og til dæmis eins og með barneignir, því vorum að ræða börnin að þegar ég var ófrísk þarna út í Bretlandi og rauninni hætti að ég kláraði sko námið, mastersprógrammið, ætlaði alltaf að vera lengur. En ég verði ófrísk og eignast barn úti og þá svona voru samnemendur mínir eiginlega bara sannfærður að nú væri þetta bara búið sko. Þetta væri bara Nú væri Vala bara off. Já, þetta væri bara off og bara aumingja hún hún ófrísk og já, hvað ætlar að gera? Þá er þetta bara búið. Já, en við sko, ég held að íslenska konur líka, þú veist, þær eru ótrúlega duglegar einhvern veginn. Þú veist, þær bara eignast fullt af börnum og gera fullt. Mér fannst ég finna svolítið mun eins út í Bretlandi. Mér fannst fólk vera miklu svona fókusera á bara karrierinn sko og bíða með allt annað á meðan. En auðvitað er þetta að vinna og auðvitað er þetta ekki alltaf auðvelt og ég var með mjög lítil yngsta dóttir minn því ég var í Sound of Music og ég vann mikið og þetta voru margar sýningar í viku og hún vakti alla nætur og Þannig að þú sofið lítið, það misserið, eins og maður segir. Já, ég svaf frekar lítið. Já, það er vont fyrir söngvara. Já, það er nefnilega mjög vont, en einhvern veginn þá, ég held ég að fengi svo ofboðslega jákvæða orku frá fólkinu sem var að vinna með mér í leikhúsinu og svo var hún svo yndislega ljúf og góð, hún var ekkert gargandi á nóttunni, bara hún vaknaði svo mikið. Þannig að þetta tímabil var í raun alveg yndislegt sko, ótrúlegt en satt, því ég nú yfirleitt þannig ef ég sef ekki mikið þá verð ég alveg hryllilega geðvond. Þú svo ágætlega í nótt. Já, ég svona almennt frekar hress og kát sko, en ef það er margir dagar að svefnleysi þá fer það ekkert vel í mig. Hvar búið þið? Við búum hérna í Kópavoginum, í Kársnesinu. Já. Er það góður staður? Það er mjög góður staður og þetta er svona eins og lítið þorp, svolítið eins og Kardimónbærinn. Myndirðu geta ímyndað að búa annar staðar á Íslandi? Myndirðu geta að búið fyrir austan eða norðan eða Akureyri, eitthvað svona? Já, ég veist ég geti alveg búið hvar sem er. Ég veist ég geti ekki búið langtímum saman, kannski mjög afskekkt þar sem að, svona þú veist, mér finnst ég alltaf þurfa að vera innan svolítið líf og fjör, en ég veist ég geti algjörlega farið og verið, segjum ég 1-2 ár, einhvers staðar bara í einhverju, sko nánast einhverju eyðibýli, einhvers staðar. Mér finnst mjög gott að vera svona alveg útaf fyrir mig og mér finnst mjög gott að vera ein. En ég náttúrulega í þannig vinnu, ég er mjög mikið með fólki og minnst það voðalega gaman og svona. Það er líka gott stundum að vera út af fyrir sig. En sko, nú erum við að tala saman í þessu og þegar þetta verður sýnt og fer í útsendinguna, þá ertu búin að syngja stórt hlutverk í nýrri óperu. Vala syngur í Völuspá. Já, þetta er... Eftir Þorvald Bjarna? Já, þetta er svona sinfónískt tónverk og þetta er fyrir söngkonu og kór og sinfóníuhljómsveit. Og þetta er alveg magnað verk. Það er svona spennandi, mystist og það náttúrulega eru ljóðin svo flott og dramatísk. Fyrir þá sem ekki vita, hvað fjallar þetta? Völuspá fjallar í rauninni upphaf heimsins og endalok hans í Ragnarökum. Og völvan segir söguna þar sem hún sér úr fortíð, samtíð og framtíð og þetta er í rauninni fundur Óðins við völvuna þar sem hún segir honum hvað muni gerast. Þegar í upphafi var ekkert, svo koma goðin og þau reyna að svona, koma reglu á hlutina og svo eiginlega með breytni sinni þá valda þau Ragnarökum. Þar sem að jörðin... Þetta er bara svo í dag? Þetta er bara svolítið svo í dag, hugsaðir. Og í rauninni gegnum aldirnar. Alltaf að gerast. Þar sem að alltaf endurtekur þetta sig aftur og aftur. Og, sama vitleysan? Já. Og svo einhvern veginn rís jörðin upp úr svona iðja græn og fögur og svo fer allt í vitleysu. Þetta er dálítið magnað. Já, þetta er dálítið magnað. Þið gerir þetta skemmtilegt, þetta verk. Já, mjög. En það sem þetta er eftir Þorvald Bjarna, sem er nú reyndar hálærður tónlistarmaður, en kannski textastur fyrir svona rockmúsík og annað, er þetta einhver slík tenging? Já, vissulega. Eru rafmagnshljóð þær í þessu? Nei, sko, þetta er í rauninni... Þetta er bara sinfónískt? Þetta er sinfónískt verk, sko, en enga sér það eru kaflararna sem eru þannig að ég til dæmis hrópa, völvan hrópar og hún hvíslar. Þannig að það er svona, við mögnum þetta upp sko líka og það gætir svona, þú veist, það er alveg svona alls konar stílar sem kallast á þarna. Þú veist, það er klassík og það er eins til dæmis með raddbeitinguna hjá mér að ég syng bæði bara eins og klassísk söngkona en ég nota líka mikið brjóströddina og neðra sviðið og svona beina tóna og eiginlega allan skalan. Já, ertu búin að æfa þetta lengi?
Sko ég búin að vera með þetta síðan fyrir jól einhvern tímann, ég man ekki hvernig við hittumst þegar hann sagði mig frá þessu. Það líklega bara verið í september eða október og verið að svona að melta þetta sko með mér og líka textan, það er alltaf svo gríðarlega mikilvægur upp á alla túlkunina. Þú þarft að læra hann. Já. Er hann mikill? Já, hann er hansi mikill. Þetta er allt í allt eitthvað hvað er þetta, 63 erindi. En er þetta ekki á sko þessu gamla máli? Sko þetta er á þessu gamla máli nema það er ekki ek og of og það er eg, ekki fansk, heldur fanst. Það eru mismunandi útgáfur þannig að við svona, þetta verður náttúrulega að vera líka auðvelt að syngja þetta. Og er þetta textað á vegg? Já, það verður textinn verður og svo sem sagt er sjónlist líka eftir hana Sól Hrafnsdóttur, myndlistakonu. Já. Það eru myndir í rauninni frá hérna sem er í takt við verkið. Sem fylgja verkinu? Já. Ragnarök og allt þetta. En það þarf að sýna þetta oftar en einu sinni. Ég ætla þetta að vona það. Já. Þetta er svo spennandi maður. Það er líka ekki á hverjum degi sem er verið að frumflytja nýtt svona tónverk fyrir kór og hljómsveit og þú veist og hvað þá úr með þennan efni við sko. Já. En fyrir utan það sem þú ætti að gera þá núna í Völuspánni, hvað er það síðasta sem þú gerðir og hvað ertu svo að fara í? Síðasta sem ég gerði var í rauninni, sko, fyrir jól, ég kláraði það í nóvember, þá var ég í óperunni, í Rakaranum frá Sevilla, leika Bertu. Svo fór ég og söng rosalega marga tónleika með Kristjáni Jóhanns og ég söng með óperudraugunum. Og við vorum með heilmikið prógram, bæði fyrir sunnan og hérna fyrir norðan líka. Heyrðu, það var jóla... Var ekki jóla? Jú, já. Það voru svona eiginlega nýjárstónleikar. Já. Og svo er ég að kenna hjá Söngskóla Sigurðar Demets með Þór Breiðfjörð. Við erum saman með söngleikadeild. Já. Og þar er ég líka með klassíska nemendur og við erum að undirbúa sýningu, nemendasýningu. Hann var að syngja í Vesalingunum? Já, hann söng í Vesalingunum. Já. Og við vinnum mikið saman og síðan eftir Völuspá þá eru hjá mér tónleikar með henni Antoni Hevesi, píanleikara, hádegistónleikar og svona eitt og annað. Er þetta hark eða rennur þetta ljúflega? Sko, ég held að þetta sé í rauninni alltaf svolítið hark, sko. Þú veist í rauninni aldrei alveg hvernig árið lítur út og stundum er rosalega mikið að gera og svo kannski dettur það niður. Þannig að auðvitað þurfa tekjurnar að duga svolítið áfram. Já. En Láttu manni vinna bara? Já, hann vinnur líka mikið sko. Og ég hef verið mjög heppin, ég hef fengið mikið að gera. Já, það er ljóst. Já. En auðvitað er þetta sveiflukennt og það er það bara hjá rosalega mörgum. Þetta er rauninni ótrúlegt á þessu litla landi hvað fólk hefur að gera hérna í þessu. Svona? Já. Mér finnst fólk óskaplega duglegt að gera eitthvað. Óbúslega duglegt og óbúslega gróska og fólk mætir á tónleika alveg svoleiðis í Langebani og óbúslega mikið að hæfileikar ykkur fólki hérna á þessu litla land okkar. Það virðist vera. Já. Borðarðu reglulega? Já, ég geri það. Þó sért á þvælingi eins og til dæmis bara hinga svona til Akureyrar og svona? Já, ég geri það. Ég stundu gleyma að borða. Ég nefnilega veit að listamenn gera þá oft og gleyma að borða. Já, ég er samt sko, ég passa alltaf sko að borða mjög hollt svona í flestum tilvikum sko. Mér finnst þetta súkkulaði mjög gott. Svona súkkulaði grís. En ég viðurkenni það reyndar alveg, það er mikið að gera. Þá stundum gleymi ég og þarf að minna mig á býtu og skil ekkert, ég er alltaf í orðin eitthvað hálf máttlaus bara hvað er að gerast, nú þarf ég að fá mér að borða sko. Það er náttúrulega mjög mikilvægt sko. En ég er ekkert svona alveg þannig að ég þurfi alltaf að borða og alveg bara, þú veist, reglulegu millibili, ég get alveg lifað lengi. Hvað er það skemmtilegasta sem hún gerir? Ég held alveg saman hvort það tengist vinnunni, bara saman? Já, það er bara, mér finnst alveg rosalega gaman að ferðast. Og ég er alveg ofboðslega gaman af svona öllu sem tengist menningu og sagnfræði, fornleifafræði. Þú veist, ég var alveg að missa mig, ég fór upp í lítinn bæ á Sikiley sem heitir Savoca og Guðfaðirinn var tekinn, myndin, The Godfather, að hluta til tekinn þar. Og við fórum í svona bíómyndaferð sko, til Sikileyjar, Cinema Paradiso var þarna tekinn í einhverju bæ og þetta var bara algjörlega dásamlegt. Og þar var einmitt svona einhverja katakombur og ég hafði mjög mikinn áhuga á því sko, að skoða þarna einhverja múmjur. Og þar eru svoleiðis hringleikahús og ýmislegt mjög svona spennandi sögulega séð eins og til dæmis í Syracuse þarna á Sikiley og þannig að ferðalög sem að tengja saman sagnfræði og svoleiðis, ég hef óbúslega mikinn áhuga á því og ég hef mjög mikinn áhuga bara af bíómyndum og er svona svolítið bíónörd sko
og bókum, þó ég hafi haft svona frekar litla eirð í mér til að lesa svona síðustu árin reyndar, þá hef ég alltaf verið samt í eðli mínu svona og verið bókabjöð sko. En ferðalög myndi ég segja væri það sem að þetta svona eins og bara þörf, ég verð að komast. Bara verst hvað maður býr afskeitt hérna alltaf á þessu skeri, maður þarf alltaf að... þú finnur að þú verður að ferðast og þú verður að syngja. Ég verð að syngja og ég verð að ferðast. Ég verð að hafa tíma með fólkinu mínu. Já. Systkinu mínum og börnunum mínum og manninu mínum. Uppáhalds bíómyndin, fyrst þú talar svona? Já, uppáhalds bíómyndin mín, ætli ég verð ekki að segja Cinema Paradiso. Sko, hún var alltaf uppáhalds bíómyndin mín í mörg ár. Já, hún náttúrulega alveg ótrúleg. Og þetta eina myndin sem ég farið á sko 4 sinnum í bíó. Og þegar ég var unglingur sko, og það var eitthvað sem gerðist bara. Ég held hún eigi alltaf svona sérstakann stað í hjarta mínu og þess vegna var alveg ótrúlega gaman að fara þarna til Cefalú, þar sem myndin var tekin. Þú tekið myndaðir í lokin. Já, takk. Ertu tilbúin? Ég held að ég sé nú að líka verða tilbúin. Jú. Það kvöldi kom vel út. Það ekki bara. Valgerður, heitir ekki Guðrún líka? Valgerður Guðrún? Guðnadóttir? Já. Í höfuðið á henni vestfirsku Guðrúnu minni.